Komið sæl, hann sestur hérna hjá mér Vilhjálmur Árnason, prófessor í heimspeki og stjórnarformaður Siðferðistofnunar Háskóla Íslands. Velkomin Vilhjálmur. Takk fyrir. Við ætlum að fara aðeins yfir svona siðareglur og tilgang þeirra í víðu samhengi og ég segja tilefnið sé augljóst og við ætlum ekkert endilega mikið að fara inn í það ákveðna mál. Líka fyrir að trausta á stjórnmálum, mælist frekar lágt og hefur nú verið átt í basli alveg frá bankahruni og Alþingi er alltaf komið siðareglur og flestir svo sem þekkja svona aðdragandann af því það verður þarna hrun og það er stort og mikið ferli sem fer í gang til þess að reyna einhvern veginn að leiðrétta svona kannski þetta rof í samfélagssáttmálanum sem var þar. Ég svona velti fyrir mér, ég googlaði það eins áður að ég var undirbúin mig fyrir þetta samtal okkar. Það svona eiginlega allar stofnanir og alveg ótrúlegt magn af fyrirtækjum komna með svona siðareglur. Þýðir þetta eitthvað og hvernig á fólk að umgangast svona reglur þannig að svona, það þjóni tilgangi sín? Já, þetta fer nú óskaplega mikið eftir því hvernig að þessu staðið. Ef að er bara svona tekkað í boxið, við erum búin að hérna með siðareglur og það er notað svona eins og ímyndaratriði og tala ekki ef einhver utanaðkomandi hefur sett reglurnar en ekki fólki sjálft sem á að lúta þeim, þá held ég að það hafi nú lítinn tilgang og hérna við hjá Siðfræðistofnun, tvö okkar voru nú í rannsóknarnefndinni sem að lögðum til að minni mig að Alþingi sett sér siðareglur og ein viðbrögðin við sem sé skýrslunni voru þau að Alþingi ákvað sjálft að skyldu setja siðareglur. En við höfum alltaf lagt áherslu á það að þegar við erum stundum beðin, viljið ekki semja siðareglur fyrir okkur og við segjum alltaf nei, við þjónum í mestalagi sem svona ljósmæður í að fæða þær fram, en það eru þeir sem, og það er lykilatriði til skilnings á siðareglum, að þær eru svona partur af sjálfræði þess hóps sem að þeim eiga að lúta og það er hópsins sjálfs að leggja það niður fyrir sér og skýra það fyrir sjálfum sér og öðrum í hverju megin skyldur þeirra og ábyrgð er fólgin. Og þess vegna legg ég alltaf megin áherslu á það að það er svokallað innleiðingarferli sem er mikilvægast og mikilvægara heldur en plaggið sjálft á endanum vegna þess að ef rétt er að innleiðingarferli staðið að þá á sér stað ígrundun innan hópsins, samtal sem að leiðir væntanlega til skilnings eða ég vil nota menntunar á því sem sé í hverju hlutverk viðkomandi hóps er fólgið. Og þetta er náttúrulega algengast er að siðareglur séu hjá faghópum. Já, það hefur lengi verið og læknum og blaðamönnum á sér oft langa sögu. Þar hefur náttúrulega fólk vaxið inn í ákveðið fag eða starf sem að skyldurnar liggja nokkuð ljóst fyrir. Það hefur svona orðið ákveðin félagsmótun hjá hópnum. En alþingismenn hafa náttúrulega allmikla sérstöðu. Já. Þeir hafi í rauninni bara þar til þess að siðareglur settar bara svona reglur stjórnarskrárinnar og Já, þetta er ekki fag. Nei. Og skjólstæðingur þeirra, það er nú yfirleitt svona lykilatriði að orða skyldurnar við skjólstæðingin. Skjólstæðingur er almenningur. Já. Og það er meira að segja sá sami almenningur sem að síðan dregur þá til ábyrgðar fyrir hátterni sitt. Já, reglulega. Já, og þetta gefur auðvitað þessum hópi allmikla sérstöðu og það er kannski rétt að við hjá Siðfræðistofnun vorum beðin að koma að setningu siðareglna með þingmönnum minnum í 2012. Það var mjög áhugavert og það voru tveir mjög skemmtilegir og áhugaverðir fundir sem við áttum með þáverandi alþingismönnum og þar sem þeir voru sjálfur að vinna í því að setja sér siðareglur en það síðan fór út þúfur og ýmsar afstæður síðan fyrir ekki fara að nefna það en síðan ákvað þingið og það er utan fyrir sig gott. Þingið ákvað að tileinka sér siðareglur Evrópuþingsins að hafa þær einhvern veginn sínum aðstæðum. Þetta eru ágætar reglur en þarna vantar ferlið eða sem sé auðvitað tók þingið sína ákvörðun og þetta var rætt mikið í allavega í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd eða forsætisnefnd og nú veit ég ekki til þess að það hafi verið svona þannig að hópurinn sjálfur hafi verið að vantar allavega þetta sameiginlegu ígrundun þar sem hópurinn sjálfur er að leggja það niður fyrir sér og lýsa því
yfir gagnvart almenningi og sjálfum sér. Þetta eru þær megin skyldur og ábyrgð sem í störfum okkar í fólkin og við byggjum að vera metin eftir þeim. Það fannst ekki séð þegar maður skoða umræðin í þingsalnum þegar verið að samþykkja reglurnar. Ég held að hafi einn þingmaður tekið til máls og svo sem fagnaði þessu en líka furða sig á því að þurfi að skrifa niður svona það sem hann kallaði sjálfsögð atriði. Já, það ágætt samt. Þetta eru nefnilega oft sjálfsögð atriði. En þau eru þarna sett fram til viðmiðunar. Þetta hluti reynar eiginlega af gagnsæi og þarna komin sem sé opinber viðmiðum hátterni eins og þetta kallaði ágætsorð. Það sem almenningi þá færði í hendurnar ákveðin viðmið og fjölmiðlum til þess að meta betur sem sé störf þingmanna og hátterni þeirra og auðvitað þingmanna sjálfra til þess svona stilla sinn siðferðilega áttavita af með því að líta á þessar skyldur eins og þær eru skráðar. En hvað við erum rosalega föst mikið í svona lagabókstaf og reglubókstaf og erum fljóta alltaf að leita einmitt í reglurnar og bera einhverja hegðun undir reglurnar hvar stendur nákvæmlega eins og í þessi tilviki sem við ræðum núna stendur nákvæmlega og megir ekki keyra svo mikið og ef að það uppfyllir ekki einhvern veginn bókstafurinn akkurat ef það kemur ekki fram eitthvað ákveðið brot að þá svona kannski bara hverfur umræðan einhvern veginn en eins og þú segir, þetta eru viðmið, þetta á ekki að vera svartur og hvítur lagabókstafur eins og stjórnarskráin og Alls ekki og við gagnrýndum nú mikið í rannsóknarskýrslunni svokallaða lagahyggju. þar sem við höfum ágjörð af því að það væri ómikið verið að einblína á, og þar var jafnvel verið að tala lög og reglur að sem sé að það væri verið að horfa á það hvað verið sagt í tilteknu lagabókstaf og það, en ekki verið að sem sé, það var ekki túlkað nægilega út frá hlutverki lagana. Og ef að svona hugsun fer yfirfærð yfir á skráðar siðareglur, þá það eiginlega bara mjög slæmt vegna þess að skráðum siðareglum ekki ætlað að segja fyrir einhverja tiltekna hegðun og maður getur ekki leita þar að til dæmis eins og einhverjum afmörkuðum ákvæðum akstur eða eitthvað slíkt, það væri náttúrulega fráleitt. Hins vegar eru til reglur það og þær skilst mér að séu tiltölulega skýrar og það alveg hægt að meta það hvort það brot á þeim eða ekki og þarna þarf við auðvitað bæði að hafa gagnsæi eins og mikið hefur verið talað skýrt eftirlit og auðvitað, og þar kemur kannski hluti siðareglnanna að skilningur á siðareglunum myndi sjálfkrafa held ég færa eða upplýsa dómgreind viðkomandi að þetta falli undir siðareglunar. Og ég held að sé alveg skýr ákvæði í siðareglum þingmanna sem að varða þetta mál, þannig, almennt séð. En að því þú talar að það skiptir svo miklu máli fyrir stéttir eða hópa eða vinnustæði að fara gangi gegnum þessa umræðu og ferli sem felst í því að setja sér reglur. Nú erum við náttúrulega með einmitt Alþingi sem hefur sérstöðu mörgu leyti og meðal annars að því að ég meina það stóra hópur sem kemur og fer á 4 ára fresti eða miklu oftar eins og verið hefur núna. Þarf ekki einhvern veginn að vinna með þessar reglur jafnvel bara eftir hver einustu kosningar? Eftir hver einustu kosningar í hvert einasta á hverju einasta nýju þingi myndi ég að segja. Ég held að mér fannst ágætt hvernig unnið var daginn, ég heyrði forseta þingsins lýsa vinnudegi eitthvað í sambandi við MeToo-byltinguna og þarna hefur verið fyrirlestrar, síðan hefur þingmenn skipt sér í hópa og þetta hefur verið einstaklega ánægilegu dagur og þetta held ég algjörlega til fyrirmyndar það hvernig þyrfti að ræða siðareglur reglulega. Vegna þess, eins og ég sagði, að þetta eru yfirlýsing hópsins sjálfs þau viðmið sem þau vilja hafa sitt hátterni. Og það ekki nóg að einhver hópur 2015 hafi tileinkað sér einhverja reglur frá Brussel, heldur verður sem sé, nú komin algjörlega stórun hluta nýr þingheimur, hann verður, meðlimir hans, þurfa að fara yfir þessar reglur og nú jafnvel hugsanlega breyta þeim, ígrunda þeim saman, hvað felst í þeim, þetta eru almenn ákvæði, ræða það svona, hvað það sem hvernig ættum við nú að skilja þetta og þannig að þessi samræða stuðlar að skilningi sem að síðan vonandi, og það held ég stóra markmiðið, kann að breyta stjórnsíðunum eða því sem við köllum stjórnmálamenningunni. Það megin markmiðið.
Sko, ég hef heyrt þig, sko, eða svona, við höfum rætt það áður, ég var með þér á fundi daginn, sko, ég velti fyrir mér, þetta ekki eitthvað sem við erum að tala Alþingi hérna núna, en þetta ekki eitthvað samræða sem hlýtur að þurfa að eiga sér bara stað á miklu, miklu stærri grunni? Erum við ekki komin mögulega allt og stutt sem samfélag í svona siðferðislegri umræðu? Ég nefndi sem dæmi eftir að sko með fullri virðingu að það var náttúrulega ítök kirkjunnar í íslensku samfélagi minnka töluvert. Og þar var náttúrulega mikið um skráðar siðareglur sem að fólk fór eftir, en eftir að það hætti að hefur minnkað að þá svona kannski verður ákveð tómarúm sem við erum ekki mikið eiga svona siðferðislegar, það verður svona hálf feimin, þetta svo háflegt, siðferðislega samræði við börnin okkar. Já, þetta er eitthvað sem nauðsynlegt. Þegar við nefnum börnin, sko, ég segi þetta einmitt þegar eins og mjög algengt þegar maður að byrja kannski að kenna inngámsnámskeið í siðfræði, þá er alveg viðbúið að koma upp svona afstæðishyggju viðmið, þetta nú ekki, viðbrögð, þetta nú bara ekki algjörlega afstætt gildismat mitt, annað en gildismat þitt og er nokkuð svo sem rétt í siðferðisefnum. Og þá segi ég, flestir eiga nú börn eða allavega þekkja umræðinu við börn og segja, hvað kennum við börnum okkar? Og það er ákveðin umræðin það, hvað kennum við börnum okkar? Og það eru kannski svona 5 atriði í megin atriðum, sem sé að meiða ekki og segja ekki ósatt og mismuna ekki, sem sé skilja ekki einhvern út undan, og það, leið og erum búin að fara í gegnum þessi atriði, þá erum við komið með kjarna atriðin í siðferðinu. Og þetta er nú ekki háflægar en svo að við getum eiginlega rætt þetta við börnin okkar, og þannig og að þessu leit og skráðar siðareglur eru að mörgu leyti þessi lykilatriði, þessi megin sem sé skyldur sem að felast í hlutverkinu. Þetta eru hlutverkabundnar skyldur. Og það er alveg rétt sem hún segir að þarna hefur orðið ákveðið svona siður eða sem sé rof, við erum ekki lengur í hefðbundnu samfélagi þar sem að það blasir eins mikið við sem sé, það er ekki þykkur svona menningararfurinn sem færir okkur hvað er rétt og hvað er rangt. Þeim meiri áhersla hvílir á að við ræðum og rökræðum, lærum að rökræða siðferðileg álitamál. Og það er nefnilega eitt sem að þegar við tölum rétt og rangt, þá höfum við tilhneigingu til þess að miða við sko staðreyndir. Það er annarkvort rétt eða ekki rétt. Það er ekki alltaf þannig í siðferðisefnum, því að jafnvel þó við höfum þessi grundvallar viðmið sem við kennum börnum okkar að segja satt og halda loforð og skilja ekki út undan og allt það, að þá koma, og það eru þetta, sko, það kom upp erfið álitamál og þá þurfum við að rökræða, greina aðstæður, sem sé færa rök fyrir því hvers vegna eitthvert tilvik fellur undir það að það sé verið að mismuna með óeirandi hætti og svo framvegis. Þannig að rökræða þarf auðvitað bæði að eiga staðinn á heimilum í uppbyldi og kemur oft til dæmis í lestri góðra bóka, það koma oft áleitnar siðferðilegar spurningar í gegnum góðar bækur og foreldrar held ég ræða það oft við börnin sín og síðan náttúrulega í skólunum þar sem að þarf að þjálfa meira svona siðferðilegt samtal og rökræðu og við höfum nú til dæmis þetta fag sem heitir lífsleikni. Það held ég að sé ekki hægt að hugsa svona almennari gagnlegri lífsleikni heldur en að læra að færa rök fyrir skoðunum sínum og þannig að ég held að sé mörg tækifæri. Já, en þetta sem sagt lítið gert núna. Þetta er ekki stór þáttur eða mótandi þáttur í námskránum í grunnskólum til dæmis eða jafnvel leikskólum. Þetta er bara, við sjá lítið af þessu. Já, ég held að þetta hafi komið meira inn í námskrár. Ég veit ekki alveg hversu mikið þetta er ástundað, en Eigið þið til dæmis, komið þau eitthvað kennslu í kennaranámi til dæmis þegar verið að þjálfa kennara og veita þeim þá ferðir sem þau þurfa til að fara inn í skólana? Það eru nokkrir heimspekingar með siðfræði áherslur starfandi á menntavísindasviði og ég held að það sé þó nokkuð svona gert þar. En ég myndi vilja nefna eitt í sambandi við þessa umræðu sem hefur verið nú undanfarið ef ég má. Að mér, sko, það mun alltaf koma upp svona, sko,
erfið mál eða fólk sem bara skilur ekki alveg í hverju hlutverk þeirra fólkið. Já. Og þá alltaf prófsteinn, það ekki vandinn. Nei. Vandinn sá hvernig brugðist við því. Já. Og ég hef verið mjög ánægður með viðbröðin núna. Já. Sko, forsætisráðherra, fjármálaráðherra, samgönguráðherra, formenn þessara stjórnarflokka segja allir bara mjög skýrt, þetta gengur ekki, svona gera menn ekki. Þeir eru ekki að nota það orð, en mér hefur þótt skilaboðin vera þau og fín umræða hjá mörgum þingmönnum og þingheimi þetta. Þannig að það held ég, við skulum horfa á björtu hliðarnar á þessu máli, að kannski bara læra við því og til þess eru mistökin að læra af þeim og þau mun alltaf koma upp og þannig, og það hefur oft verið einn megin vandinn þegar að kemur upp sem sé gagnrýnivert hátterni í stjórnmálum að viðbrögðin hafa verið meðvirk. Já. Það ekki tekið af myndugleik til dæmis af formanni stjórnmálaflokks eða forsætisráðherra, bara tekið af myndugleik á málinu, þannig frægsetningin svona gera menn ekki, það var ágætt. Heldur verið að komna bara jafnvel opinbera stuðningsyfirlýsingar við fólk sem í miklum vanda. Í stað þess að hjálpa þeim til þess að komast vandan, þarna vantar okkur náttúrulega líka hefðir bara afsögn sé ekki einhver bara dauði stjórnmálamanns, heldur bara hluti af ábyrgu athæfi og eiga þá afturkvæmt. Þurfum að fjarlæga svona þetta stigma af því að viðurkenna kannski eitthvað. Þurfum að gera það. Já. Og þarna held ég, og svo við færum þetta aftur yfir í almenna siðferðisþroskan í samfélaginu. Já. Að því að sko í fagstéttum, þar náttúrulega getur orðið ákveð, þar mikilvægt að það bara fagstéttin sem að meta þegar að verður brot á siðareglum og það verður einhverjar afleiðingar þar. Já. Í tilfelli þingmanna leitað til almennings. Og það almenningur auðvitað sem á í rauninni í lýðræðisríki síðasta orðið það hvort að þingmaðurinn sé á vetur setjandi. Já. Og þess vegna ekki síður mikið, það alltaf, sko það stundur sagt við fáum þau stjórnmál sem við eigum skilið, að það mikið sannleikur í þessu frá siðferðissjónarmiði. Vegna þess að siðferðisþroskin í samfélaginu og svona viðmiðin sem við setjum og þær kröfur sem við gerum gagnvart kjörnum fulltrúum, þær ráða svo miklu í þessum málum. Við komumst ekki lengra með þetta, Vilhjálmur, kæra þakki fyrir komuna. Við höfum þetta ekki lengra sinni, verið þið sæl. Takk sömuleiðis.